Já, takk fyrir. Ég Kristinn Aspelund, annar stofnenda Ankeris. Við Leifur, vinur minn, við fórum hérna árið 2016, þá fórum við Leifur, vinur minn, að hugsa okkur langaði aftur að fara í nýjan sprota. Höfum þá verið í 15 ár í fyrirtæki sem heitir Marorka. Og Marorka var að gera og að gera orkustjórnunarlausnir fyrir flutningaskip. Og þar höfum við kynnst einu vandamáli sem okkur langaði að fara að leysa. Algengasta neitun flutningaskipa eiganda fyrir að kaupa orkustjórnunarlausnir var: ég borga ekki fyrir olíuna. Viðskiptavinurinn borgar fyrir olíuna og honum eiginlega sama hvort ég sé að kaupa ykkur svona orkustjórnunarkerfi til þess að draga úr olíunotkun eða ekki. Þannig að þá fórum við svona aðeins að spá. Þetta hlýtur að vera ekta vandamál fyrir hugbúnað að leysa. Af því að þarna erum við með fullt af gögnum og við vissum alveg að viðskiptavinir flutningaskipa eigandana, flutningafyrirtækin, þau hafa mikinn áhuga á að spara olíunotkun vegna þess að þau eru ofta að borga miklu meira fyrir olíuna heldur en fyrir skipið með mönnun og öllu. Þannig að þá vorum við komið vandamál sem að okkur fannst alveg þess virði að láta reyna á að gera. Og það sem ég er með það verkefni að tala lausnina, þá langar mér bara aðeins að kannski nota okkar vegferð, segja ykkur aðeins frá henni, hvernig við komumst að okkar lausn, hvernig við byrjuðum og hvar við erum í dag. Og svona kannski þá meira þá bara í spjalli út frá því hvort að við getum kannski fundið einhvern lærdóm frá mér og hvort vonandi getið þið þá kannski nota það í ykkar vegferð. En sem sagt, Ankeri í dag hugbúnaðarfyrirtæki sem að býr til kerfi, operating system, stjórnkerfi fyrir samningaumsýslu fyrir tímalegu samninga á gámaskipum. Við erum 20 manna fyrirtæki, ætlum að velta yfir hálfum milljarði í ár. Þannig að við erum orðin fyrirtæki með rekstur og svona lausn sem að leysa vandamál á svona alheimsiðinnaði. Dæmum okkar viðskiptavina til dæmis Hapag-Lloyd sem 5. stærsta gámaflutningafyrirtæki í heimi. Við erum að vinna með suma stærstu flutningafyrirtækjum í heimi. Flutningaskip mjög áhugaverður iðnaður. Þetta iðnaður sem stór, allt hérna inni. Þau hefur verið flutt með skipum. 90% af öllum virðiskeðjum af vörum sem eru fluttar í heiminum eru fluttar með skipum. Það eru einhverjir svona stórir milljarðar dollara hérna tölur áðan. Skip þau brenna til dæmis 200 milljarðar dollara af olíu á ári. En samt kolefnisfótspori þarna gagnaverin eru, hvað held ég, 5 sinnum skipaiðnaðurinn í kolefnisspori. Skip eru af öllum stærðum og gerðum, allt upp í eitthvað svona sem eru að bera 20.000 gáma. Það þarf 20.000 gáma einingar til að flytja það þarf 10.000 trukka. Þannig að stór iðnaður sem út allan heim en samt ekkert voðalega stór þannig séð vegna þess að það eru bara skráð 50.000 flutningaskip í heiminum og af gámaskipum eru bara 6.000. Þannig að þetta iðnaður sem þannig séð ekkert margar einingar en þær eru stórar og flóknar. Svona, ef við nota svona, þetta svona, hvað getur maður sagt, þetta svona startup jargon, þá erum við svona vertical SaaS í því. En já, við erum sem sagt stýrikerfi fyrir tímalegu samninga á flutningaskipum. Hvernig komumst við þangað? Mig langar að deila með ykkur hérna árið 2016, desember, þá vorum við 2 búin að segja upp vinnun okkar og komnir all in með nýja hugmynd, að finna nýja hugmyndir að lausn á vandamáli sem við vorum búin að ákveða að satsa á. Við gerðum pitch deck, ekki fyrir fjárfesta heldur fyrir
viðskiptavinum. Við vorum með hugmyndir að lausn að þessum vandamáli. Eftir að hafa verið náttúrulega í þessum iðnaði í 15 ár, þá vorum við konum með tengsl, þannig að við vorum með þá hugmynd að koma þessu fyrir á PowerPoint-dekki. Við vorum búin að teikna upp einhverjar skjámyndir, hvernig hugbúnaður gæti litið út. Keyptum okkur flugmiða til Kaupmannahafnar, fórum upp til Oslo og Gautaborgar, hittum skipafyrirtæki og spurðum ef við byggjum þetta, haldið þið myndi kaupa þetta? Við fengum alls konar feedback, sumt var bara, já, þeir að hugsa þetta svona, góð hugmynd. Síðan kom, já, hafið þið spáðið þessu. Það voru mjög valuable punktar líka. Bara, nei, ættum við að gera það? Já, ég myndi skoða þetta. Mjög valuable. Og síðan bara, nei, það er enginn að spáðið þessu. Það er líka mjög valuable. Þannig að án þess að vera búin að skrifa lína kóða, sem var dýrt fyrir 10 árum, kostar ekkert í dag, þá gátum við tekið lausnin okkar og svona fókuserað inn á það sem ykkur var tilbúin að borga fyrir. Það sem er svo spennandi í dag að það sem við gátum gert, ef ég fer hérna tilbaka, það sem við gátum gert með einhverjum myndvinnslu forritum að búa til einhverjar dæmi einhverjar skjámyndir. Þú ert eiginlega bara fljótar í dag að búa til einhver clickable mock-up og prototýpur í einhverju gervigreindartólum. Þannig að þessi leið að því að geta sagt frá hugmyndinni þinni á skýran hátt, sérstaklega þú ert í hugbúnað, en þú veist, prototýpur í öðru eru miklu auðveldari líka, svona hardware og stöfi, það er hægt að gera alls konar, komast að prototýpum og sýna viðskiptavinum, það er ótrúlega dýrmætt. Og reyna að finna hvert er virðið, hvað er value propið, af hverju ætti ykkur að kaupa þetta? Ef þið er að fara að búa til ykkur að lausn, þá þarf á endanum ykkur að kaupa hana ef þið ætla að vinna við að gera hana. Þannig að annars getið ekki borgað ykkur laun. Þannig að finna í hverju liggur virðið, það er í rauninni, það er kannski sá lærdómur sem að ég tek út úr þessari vegferð okkar að hoppa bara upp í flugvél og allt of snemma, við erum ekki með lausnina, en við erum með hugmyndalausn, að það er í rauninni, hefur reyndist okkur svakalega vel og við höfum verið trú þessu konsepti síðan eftir sem við höfum verið að stækka, að þegar koma hugmyndir að ykkur, búa til eitthvað sem við getum sýnt, fá endurgjöf á það, fara heim, hnoða það, fara aftur, fá endurgjöf, koma því út, fá okkur til að nota, fá til að gagnrýna. Það hefur reynst okkur svakalega vel, þessi svona hraða feedback lúpa. Þannig að í rauninni er ég ekkert með svarið hver lausnin er. Þið verðið að finna ykkar sögu. En í rauninni kannski er það sem ég tek úr okkar vegferð er kannski þessi lærdómur, hvernig maður kemst að lausninni. Og það verður aldrei einhver ein rétt leið, en svona bara ef þið náðu að kjarna valjúið og finna einhvern sem er til að nota lausnin ykkar, ef þið náðu að búa til eitthvað sem ykkur vill nota og til að fara með ykkur í ferðalag, að þá eru þið komin á góðan stað til að byggja á. Þannig að í rauninni að til í svona þessari sprota senu og út frá svona þessum litteratúr þá eru til alls konar frasar og svona, en þegar maður nær þessari einföldu mynd að þið náðu að búa til eitthvað sem ykkur er tilbúin að nota, þá er það réttri leið. Það hefur verið svona leiðarljós fyrir mig og vonandi getið þið nýtt eitthvað þessu líka, en
söguna ykkar verið þið að skrifa. Þið getið hlustað á ykkur eins og mig sem hafa farið í gegnum þetta og ykkur hafa líka farið í gegnum sprotasögur, mögulega oftar en einu sinni. En þegar öll eru botni kvöld, þá verður maður í rauninni að fara í gegnum þetta sjálfur, aftur og aftur og aftur, og búa til sín eigin sögu, og hver einasta hugmynd á síðan eigin sögu. Það að stofna fyrirtæki í dag, utan einhverja hugmynd og skala það, öðruvísi heldur en það var fyrir 10 árum. Þegar við byrjuðum í Ankeri. En það bara í rauninni kannski umhverfið og hraðinn sem þið getur farið, en ekki endilega þessi kjarni. Til þess að geta borgað ykkur laun, þá þurfum við að ná í tekjur. Hvernig náðu í tekjur? Þurfum að finna ykkur sem vil nægilega mikið nota það sem það að gera til þess að borga fyrir það. Ég held að maður fara aldrei of snemma með vöru fyrir framan viðskiptavin. Ég held að ef þið líður eins og varan sé tilbúin að fara fyrir framan viðskiptavin, þá ertu of seint út á markaðinn. Mín skoðun. En síðan, já, það mín skoðun og ykkar reynsla getur orðið allt önnur á þessari vegferð. Nýtið þessi tól til þess að geta farið alveg í prótótýpur á bara 0-1 og farið út á markaðinn með hana. En síðan náttúrulega eftir flóknar lausnir þá eru fyrirtæki yfirleitt kannski, ef það eru á B2B markaði, að þá eru fyrirtæki alveg vön því að bara corporate tími, þú veist, á einhverjum 6 mánuð, það gerist hvort þið ekki neitt, það bara fundir og eitthvað svona og þannig að þið hafa alveg smá lít tíma til þess að þroska lausnir á þeim tíma og fólk hefur líka skilning á því ef þeir eru heiðarleg með hvar hlutirnir eru að það taki ákveðin tíma að koma hlutunum á skalanlegan staða. Af því að í upphafi þá skiptir ekkert máli endilega að þú getur afhent vöru til 1.000.000 manns. Miklu mikilvægara að finna kannski 1 eða segjum kannski 100 sem eru virkilega vilja nota það sem þið hafið fram að færa. Hlustið vel á þann hóp, síðan ef þau virkilega elska það sem þið gerið, þá alveg möguleiki að taka hlutina áfram og skala það. Miklu betra að vera með 100 sem virkilega elska það sem þið gerið, heldur en 1.000.000 mann sem svona, já, allt í lagi, af því að þá kemur tjörn og þau náðu hátt og missi markaðinn. Aftur mín skoðun. En langar í rauninni kannski bara meira að taka það í spjalli og í spurningum og kannski mitt. Hver verður ykkar saga? Einhverjar spurningar? Einn kominn. Má ég sjá? Ég gef bara... Ég skildi ekki alveg, já, takk fyrir þetta, geggjað. Ég skildi ekki alveg með ef varan tilbúin og tilbúin að sýna viðskiptum það, af hverju þá of seint? Sko í rauninni... það að tala um að selja hugmyndana og koma síðan með vöruna, eða skilja hvað? Já, í rauninni sko... Dýrustu mistökin sem þú gerir að klára vöru sem leysir vandamál sem enginn tilbúin að borga fyrir. Eða rangt vandamál. Það er svo ódýrt orðið núna að komast upp í þessi 80%, en það ennþá, það sem dýrast að klára sig henni upp í 100%. Þannig að miklu betra að komast að því að þú sért að kannski ekki að hugsa vandamáli rétt eða lausnina rétt eða það er miklu ódýrara að gera það áður en þú ert búin að leggja kannski ykkur 2 ára vinnu í að klára eitthvað. Þannig að því fyrr sem þú kemst með lausnina til vænts notanda, þeim líklega eftir að ná að fíntúna hlutina áður en þú ætlar að fara að gera það fullkomna fyrir
allar 6 miljardar manns sem er að fara að nota þetta á morgun eða þú veist að því að vöruþróun er í rauninni ítrunarferli sem þú þarft einhvern makkar á móti. Já, geggjað, takk. Í Silicon Valley held ég að þetta heiti fake it till you make it en ég fíla miklu meira heiðarleikar. Já, góðan dag, Jón Páll heiti ég. Þetta skipaflutningar, þetta er mjög áhugavert, en örugglega fyrir langflesta er þetta bara alveg rosalega flókið og tæknilega erfitt að útskýra. Þannig að hvernig tókst ykkur að kynna þetta og þú veist, hver er ykkar lyfturæða varðandi verkefni og eru með svona one-liner? Já, það hefur verið eitt af því svona sem að við höfum verið svona kannski verið eitt af svona snúnu vandamálunum okkar líka bara í gegnum sögun okkar að hvernig kjarnar það sem þú ert að gera einhvern one-liner og lyfturæðu við hvernig ert að tala þegar við byrjum þá tókum við í rauninni fórum og töluðum við fullt af frumkvöðlum bara tókum upp símann og hringdu bara í alls konar fólk á Íslandi bara reyna að fá að æfa okkur í að segja hvað við ætlaðum að gera hvort að þú veist við fengjum einhver ráð og hvort það væri eitthvað svona í umhverfinu sem geti hjálpað okkur. Þá við hefum verið síðustu 15 árin og undan í svona nýsköpunar umhverfi þá var þetta svakalega hjálplegt og eitt af því sem við mitt komist að í því ferli var að við þurftum alltaf að byrja að segja frá hvað voru flutningaskip og hvað flutningaskipaðinaður var. Við vorum ekki að tala um fiskiskip, við vorum ekki að tala um báta, við vorum að tala um alþjóðlegan iðnað. Þannig að við gerðum alltaf ráð fyrir að það sem var í hausnum á okkur væri líka í hausnum á þeim sem voru að tala við, en við maður er haft það mikil fagidjót að maður er einhvern veginn fastur náttúrulega í sínum umhverfi og þannig að það er mjög gott að fá tækifærið að tala um það sem þú ert að gera við ykkur sem er tilbúin að hlusta og spyrja. Og þess vegna er svona verkefni eins og gullleikið alveg svakalega mikilvægt og góður skóli að fara í gegnum. Fullt af fólki sem er búin að fara í gegnum einhverja vegferð sem getur komið með góðar spurningar sem fær mann til að hugsa. Þannig að lyfturæða á flóknum vandamálum. Ég þarf að taka aðra lyfturæðu á fjárfesta sem er ekki inn í skipabransa heldur en þegar ég er að tala við viðskiptavina mína. Ég get ekki byrjað að segja ykkur sem er búin að vinna í 40 ár í flutningaskipageira hvað flutningaskipageirinn er. Hann veit það miklu betur en ég. En ykkur sem sér ekki þennan iðnað og ef þú ert að fara í eitthvað svona þröngan iðnað þá þarftu líka að geta einhvern veginn sagt þeim sem eru fyrir utan iðnaðinn út á hvað hann gengur. Þannig að ég veit ekki hvort það svari alveg spurningunni, heldur kannski meira það. Hvað gerir þið? Í einni setningu eða einni málsgrein? Hvað gerir þið? Og það er í rauninni til dæmis eitt sem við erum að prófa núna er að breyta lyfturæðinu okkar yfir í það að vera operating system for time charter execution. Þetta er mjög spesifískt tala inn á faghópinn. Ég get ekki tekið þetta á fjárfestingasjóði nema þá sem eru mjög spesifískir fyrir hugbúnaðarlausnir fyrir skipaiðnað. Þeir eru svona 10 sennilega í heiminum. Ef ég ætlaði að fara að tala um ykkur aðra fjárfesta eða mögulega hugbúnaðarfólk sem mig langar að ráða í vinnu, þá erum við hugbúnaðarfyrirtæki sem býr til hugbúnaðarlausnir fyrir skipaiðnað. Geggjað. Eru fleiri spurningar?
allir sem vita allt. Ertu búin að segja þeim allt og kenna þeim allt? Nei, ég er búin að ruggla það svo mikið. Geggjað. Kannski að mér langi þá aðeins að svara einni spurningunum sem ég heyrði áðan gervigreindina og tölvunarfræði. Og meira svona kannski reflekta á það að læra tölvunarfræði er ekki orðið úrelt þó maður sé komið fullt af einhvern kóðunartólum. Aftur mín skoðun. Ef það verður úrelt, þá í rauninni kannski skiptir ekki máli vegna þess að grunnfærnin sem fólk öðlast við að fara í gegnum nám nýtist þá í hvernig heimurum verður eftir að gervigreind verður þá búin að éta þann iðnað eða þá í rauninni þekkingu sem að viðkomandi hefur náð sér í náminu. Af því að í rauninni það að geta tileinkað sér rökhugsun eða gagnrýna hugsun sem að námið þjálfa mann í, setur mann í þá stöðu að geta þá unnið með flóknari tól. Þannig að ég held að fyrir ungt fólki í námi áfram gakk, en lærið leggja áherslu á gagnrýna hugsun, rökhugsun, eða er í þeim hlutanum. Allavega, er ekki allt háskólanám snýst upp á gagnrýna hugsun, ég held það. Þannig að grunnfærni sem að öðlast í þungu námi, hún verður, ef einhvað er meira relevant í framtíðinni. Gæti verið snúið að komast inn á vinnumarkað, nema að kunna vel á tólin sem er að vera til. En svör við spurningum hafa aldrei verið ódýrari heldur en akkurat núna. Það að kunna að spyrja réttu spurningana hefur aldrei verið dýrmætari en akkurat núna. Hvernig lærum við að spyrja réttu spurningana? Það er væntanlega með því að reyna að læra nægilega mikið af því sem hefur verið stúderað áður. Reyna að öðlast reynslu og það er þá hægt í gegnum nám. Staðleitni spurningu frá það, en Heyrðu, það er komin önnur spurning. Hvernig myndir þú cold-calla einstakling eða fyrirtæki? Hvernig myndi ég cold-calla? Ég myndi fara á LinkedIn. Ég myndi finna einstakling sem er væntanlega í þeirri stöðu í fyrirtækinu sem að ég vil komast í. Ef þú ert á Íslandi þá bara er það tiltölulega auðvelt. Allir svona tiltölulega nálægt. Ég myndi skoða hvað viðkomandi hefur verið að posta á LinkedIn eða læka, þú getur séð það. Og ég myndi reyna að nálgast hann nokkuð svona, reyna að ná aðeins svona að velgja samtalið með því að svona reyna að búa til einhverja svona tengingu við hugðarefnin sem að menn er að vinna á. Ég myndi alls ekki vera smeykur að cold-calla, bara alls ekki. Bara í allir sölumennsku þá þarftu allan að fá 10 nei fyrir hvert já að meðaltali. Það er bara fá það eins mikið að nei þú getur. Æfðu pitchið, æfðu að tala. Ef þú ætlaði að komast í gegnum það að koma fyrirtæki á leggi, bara æfðu ykkur að fá hafnanir. Þetta snýst ekki, það er bara endalaust að neyjum. Endalaust að vesenni. Síðan einmitt hvernig kemst í gegnum allar hafnaninnar í því að einhvern nenni ekki að tala eða er með allar lausninnar og eitthvað svona, eða eru með eitthvað lausn sem þau þurfa að fara út fyrir Ísland. Eitt svona trikk sem ég nota er bara, heyrðu, ég er í Kaupmannahöfn í næstu eða þarnæstu viku eða í viku 42 og 43, heldur þú sért með ykkur opnun þá. Já, gæti kannski verið laus á þriðjudaginn þannig. Já, ég er akkurat með lausan tíma þá, fer síðan og kaupi mitt flugmiða þá. Þannig að það er hægt að nota alls konar eitthvað svona tricks og síðan þegar maður er komið eitt fund þá getur maður að byrja að raða fundum í kringum það. En
já, cold call fyrir ákveðna vöru. Þetta bara, þegar ég var í menntaskóla þá vann ég í símasölu. Þá tekur bara upp lista og síman og síðan byrjar bara að hringja og þú ert orðinn leiður á einu pitsi að þú ert búin að fá mikið að neyjum, þá aðeins tvíkaru. Það er komið leið af bröndurunum sem þú segir, þá svona aðeins tvíkaru það. En mundu þá þú ert búin að taka 30 símtöl, að þú ert að fara að hringja 31. símtalið, þá ertu að segja þetta, það sem þú ert að segja í fyrsta skiptið viðkomandi manneskju. Þannig að það er mjög mikilvægt að halda áfram í gleðina og ánægjuna og kraftin við þessa nýju vöru, að því hún er viðkomandi manneskja að heyra þetta í fyrsta skiptið. Þannig að það máttu ekki fara á hratt, ekki þetta í jargon, þú ert að tala við mannesku. Og það er það sem er munurinn á okkur og AI. Við getum þetta ennþá. AI er lélegt í cold calling. Já. Hérna, ég er að spá, og þú varst að segja að þið pöntu bara annað flug og fóruð út. Já. Hérna, var hugmyndin sjálf, var hún alveg tilbúin eða voruð þið meira að leitast eftir að fá frá þeim sem voru í þessu bransa að einhverja hugmyndir eða hvernig ættu að gera þetta, eða vissuðu fyrirfram að það væri alveg hægt að búa þetta til og gera þennan hugbúnað og allt þetta? Sko, það er ekkert mál að skrifa hugbúnað fyrir nánast hvað sem er, þannig séð, eða ef þú veist hvað ætlar að skrifa. Þannig að við vorum nokkuð svona confident að það væri, executionið væri, það var ekki endilega, erfiðast ef við myndum ná lausnin alveg, en við vorum alltaf bara heiðarlega með það að við værum bara rétt að byrja og spurðum bara ef við byggjum þetta, þið til að kaupa. Var hugmyndin tilbúin? Nei, hún var það ekki og var hún eins og við erum í dag? Að vissu leyti var kjarninn í hugmyndinni eins og hugmyndin er í dag og lausnin sem við erum að gera í dag. En við vorum á allt öðrum stað. Til dæmis, mér fannst voðalega gaman að finna þessar glærur hérna frá sem eru næstu 10 ára gamlar og sjá þessar skjámyndir vegna þess að það líti ekkert ósvipað út eins og varan okkar lítur út í dag. En það sem stendur þarna er mjög langt frá akkurat því sem við endum með síðan að skrifa og gera. Og hluta af því var út af þessu feedbacki sem við fáum þarna snemma og það tók síðan alveg harki nokkra mánuði þangað til við fengum fyrsta viðskiptavin sem var alveg tilbúin að satsa á það sem við gerum. Þá sáu þeir svona hlutmengi af því sem við vorum búin að gera, eða þú veist búin að teikna upp og þá voru komið eitthvað klukkabúl mokka upp og eitthvað svona, sáu element þar sem að þau vantaði að láta leysa hjá sér. Þannig þroskast síðan varan og síðan hefur við fengið fullt af Excel-skjölum sem við þurfum að bæta inn í, eða þú veist, virknin og þeim hefur orðið kröfulýsing á hugbúnaðin hjá okkur. Er það þannig þá að fólk, fyrirtækin eru þá að biðja ykkur að bæta ykkur inn sem að... Já, þá eru oft, ég held að nánast öll fyrirtæki í heiminum í dag eru rekin í Excel. Það er alltaf eitthvað kerfi á milli kerfana sem eru í Excel. Við höfum oft fengið Excel-skjöl sem eru svona milli kerfa sem hafa verið svona eðlilegt fyrir okkur að bæta inn í vörun okkar og hefur kannski verið svona hluta inn í vörun okkar en við höfum ekki leyst kerfið allt sem þú veist, hvernig fyrirtæki virkar. Og það er kannski meira einmitt á svona B2B lausnum sérstaklega hugbúnaðarlausnum að þá er oft einhver svona vandamál sem að fólk hefur bara einhvern veginn reddað sér í gegnum. Já, já, bara takk fyrir. Takk fyrir spurninga. Já, hæ. Myndirðu nýta svona cold call og svoleiðis í eins og notendahópa greiningu? Við erum með mjög marga potential mismunandi notendahópa. Myndirðu heyri í þá einum af þessum 10 og bara segja, væru þið til í þetta? Já. Eða hvernig myndirðu gera það? Ég myndi gera það og ef þú vill kynnast viðkomandi eitthvað betur þá getur bara að segja, má ég bjóða þér í kaffi? Þú veist bara,
við erum að byrja hérna og það þarf það byggilega ekki að taka mörg símtöl til þess að finna eitthvað sem er til að hitta þig í kaffi og sérstaklega ef þið finnið ykkur sem hafa áhuga á nýsköpun eða frumkvöðla eða ykkur í nýju, mjög margir, að þá þessi staður sem þið á er svo ógeðslega spennandi. Það er allt mögulegt. Það er ekki búið að ákveða neitt þannig séð. Það er bara, þeir eru með risastóran ómálaðan striga og þeir eru á sama tíma kannski að hugsa hvernig get ég fengið ykkur til að tala við mig. Hef ég efna á svona kaffibolla til þess að fá hann í kaffi. En samt eru þið líka að hugsa í ykkur milljörðum hvernig það ætla að leysa vandamál framtíðarinnar fyrir heiminn. Á sama tíma eru þið einhvern veginn þurfa að vera á þessum mjög skrýtnum stöðum í rauninni. En það er ótrúlega spennandi staður líka. Það er þarna sem að hlutirnir eru að mótast og það er verið að búa til í rauninni margt sem að getur lifað oft mjög lengi og verður grunnur að vonandi risastórum vörum. Já, takk. Já, ég myndi vilja að þú myndi fara aðeins dýpra í eitt sem þú nefndir áðan og það nefnum með mismunandi pitch-dekka eftir hvort þú tala við aðila sem að vita mikið subjectið og þá sem vita ekki mikið subjectið. Og hérna er salur fullur af fólki sem er að vinna einhverju lausn sem veit örugglega miklu meira viðfangsefnið heldur við sem erum að fara yfir pitch-dekkin þeirra. Þannig að þú getur kannski gefið einhver tips hvernig á að útskýra lausn og jafnvel flókna lausn fyrir aðilum og ná svona að fanga athygli þeirra sem að vita ekki jafn mikið viðfangsefnið. Hvernig talar við þá einstaklinga? Já. Þannig er ég líka ennþá að læra. Hvernig ég myndi bara prófa að tala við nógu marga sem að vita ekkert þetta. Geturðu þig Hver er munurinn á glærunni fyrir einstaklingin sem að veit minna viðfangsefnið heldur en þú talar við þennan aðila sem búin að vera 40 ár í skipiðnaði? Þegar þú ert að tala við eitthvað sem að þekkir ekki viðfangsefnið eins mikið á þú, þá þarf að nálgast þetta þannig að þegar þú kemur heim og eftir og ferð að horfa á handboltan með einhverjum vinum eða fjölskyldu eða eitthvað svona sem að þekkja ekki viðfangsefnið, hvernig getur þú skýrt út fyrir þeim á 15 sekúndum hvað þeir eru að gera? Ég held að maður þarf að fjarlægja sig sérfræðiþekkingunni eða reyna að komast að kjarnanum sem að heldur samt króknum og sýnir að þú þekkir það fyrir eitthvað sem að er í þínu nær umhverfi í rauninni. En eins og kona mín, ég held að hún fær ennþá þetta test, sko. Ég get alveg viss að hún veit alltaf hvað ég er að gera, sko. Ég held að það sé ein spurning að lokum. Ég ætla bara að hlaupa inn yfir sviðið. Já. Er ein hanna? Já. Já, mér langar bara að bæta við þetta. Ég er engin sérfræðingur og ekki risa fyrirtæki eða neitt, en ég hef oft verið á svona frumkvöðla hraðlum og svoleiðis áður. Og mér finnst svarið líka vera stundum þarftu ekkert endilega að láta þar sem þú ert að útskýra fyrir þér skilja alveg bara djúpt hvað þú ert að gera, en að geta sannað að það sé fólk sem þarf þetta. Þannig að safna öllum gögnum sem sanna að það sé þörf fyrir þessu og þetta sé hægt. Þannig að það sé svona eiginlega pointið. Eða þannig myndi ég allavega nálgast þetta án þess að fara í dítela hvernig tæknin virkar. Já, það hljómar. Já, ég er með spurningu til þín. Já. Fyrirgefðu. Ég get alveg tekið hérna mikrofón líka. Þú varst að tala að maður þyrfti bara að hringja og spyrja, bara 30 símtöl. Gerðið þú það og hvað gerðir þið þegar fólk var bara eitthvað, haha, nei, bara ég hef ekki tíma til þess að tala við þig og þetta er ömurleg hugmynd? Já,
já, ég hef í rauninni allan minn karriér þurft að vera að hringja, en það sem að kannski Eða kannski ég er að tala um bara ef þú lendir í því að einhver er að gera lítið úr þér og þú færð svona, ok, býtu, er ég að gera eitthvað rangt og ég bara að hætta út af því að það er svo erfitt þegar einhver segir bara svona, þetta er til og ég nenni ekki að tala við þig að vera eitthvað, ég er frábær, ég get það. Þannig að hver er svona skilaboðin þín sem þú hefur unnið með? Sko, þú veist, alltaf því ég hef alltaf unnið í ykkur skona sölumennsku og það frumkvöðlastarf er sölumennska líka. Og þetta er alveg endalaus rússíbani af hæðum og lægðum og það getur alveg verið þreytandi að taka 30 nei. Og það er, og stundum þarf maður einmitt að taka það sem gagnabúnt, þarf ég að breyta ykkur. En mín reynsla er yfirleitt svo að ef þú ert að taka 30 samtöl, að þá þróast og þroskast pitchið í því. Og það sem er oft mjög gott er að ekki fara að segja fólki sem veit allt hlutina, hvernig hlutinir eru, heldur meira leiða með spurningum. Og leið og þú færð svar sem er í rauninni krókur fyrir þitt pitch, að þá ertu komið rauðan dreigil alveg inn í að geta rætt vandamálið og lausnina sem þú ert með. Það er svona, kannski út frá svona sölupælingum að líta á þetta meira sem samtal heldur en að þú sért að fara að predika. Og finna krókinn. Mjög gott svar. Ef að taka seinustu spurninguna. Ef þú ert ekki mjög hávær. Og þarf til að vinna með gervigreind. Lyfturæðan er nákvæmlega það sem maður þarf að hugsa þegar maður á í samskipti við gervigreind. Þetta er að skilgreina hvað mun hún skynja sem ég er að segja, eins og varst að tala ég bara fekk þessa hugrenningu, þú varst að segja þetta bara, heyrðu, þetta er nákvæmlega sama á vinna mín. Og þannig að ef maður æfið að vera góður í pitchi, þá verður maður góður í að nýta gervigreind. Reyndar með gervigreinda prompta þá er maður góður að setja guardrails líka reyndar. Þá getur maður reynda að stjórna hver viðmælendin er. Ja. Það er mikill kostur. Takk hérlega fyrir mig.